Góðan daginn, velkomin í 2 lóðana. Já, velkomin til mér að syngja fyrir þetta lag. Komdu með það? Nei. Ok, herru. Ég kann ekki einn lög. Kanntu engin lög? Nei, jú, ég kann alveg lög. Ég kann alltaf svona búta og búta. Já, nákvæmlega. En ég kann engin lög. En hvað segir Óskar minn? Bara fínt, ég var að læra nýtt svona vinnuorð þannig eftir síðasta þáttana fyrir 2 vikum. Já. Það er ég man ekki hvað það heitir. Já. Það var eitthvað magnara verður eða eitthvað. Magnara. Eitthvað svoleiðis. Já. Það var Magnað. Þetta er svolítið magnað, ég stengleiti. Við skulum bara gleyma þetta hafa gerst og ég ætla bara að bjóða ykkur góðan daginn og Hundur brálaður hundur úti. Já, góðan daginn. Já. Góðan daginn, afsaka þetta. En ég ætla bara að segja ykkur það. Við erum komnir núna niður í stúdíó. Já, Sem er ennþá í vinnslu en við ákomum bara að taka upp hér í dag. nákvæmlega, pröfu þetta aðeins. Pröfu þetta aðeins. Ef þið sjáu Kristó í miklu skugga þá er það bara þetta lýsingin er ekki alveg komin. Já, ég næ nefnilega ekki að líta upp í ljós. Ekki í dag. Ég næ ekki að standa með skuggan í baki. Þú ert ekki búin að heyra í Páli Óskari og spyrja hann út í það? Nei. Já. Já. Þetta er svo, sko, við erum að fara úr okkar elementi, sko, úr eldhúsinu mínu, Nákvæmlega. yfir eitthvað nýtt og við vitum ekkert hvernig við erum að gera þetta. Nei, þetta er eiginlega bara eins og fyrsti þátturinn bara alveg på nýtt. Alveg upp og nýtt. Og við erum að prófa eitthvað hérna sem við skiljum ekki og kunnum ekki og svoleiðis. Hvað var þetta fyrsta topikið? Fyrsta topikið var kaffi og kynning. Já, Það töluðum í fyrsta þettinum okkar. alveg rétt. Sem við erum náttúrulega bara komin í langa leið. Algjörlega. Við skilgrundum okkur þá sem er versta podcast í heimi. Já, nú eru kannski Við erum hana í ekki verstir. ekki top 200 sant? Nei, við erum ekki top 200. En við erum, en hvernig vikan búin að vera? Vikan mín, Já. ég ég lærði þetta nýja starfsheiti sem ég er búin að glema Já. og svo bara Bara það vinna. er náttúrulega að vinna og við erum að taka þetta upp á miðvikudegi Já. 24. febrúar. Fannst þú fyrir jarðskjálfta í dag? Herði, já. Er það? Já, ég fann alveg fullt af þeim. Maður. Fullt af þeim? Já. Ok, ég nefnilega fann ekki neitt. Fannst ekki neitt. Nei, Þú ert líka alveg, já, þú ert alveg niður við sjó, já, eins og ég. en samt sem áður þá voru mjög margir sem fundu þetta. Já. En það virðist vera bara rosalega góðu grunnur akkurat á þessum staði í fyrirtækinu. Þannig ég og félagið minn fundum ekki neitt. Já, ok. Kom einhver gæi sem var sko bara fyrir hinum megin við vegginn Mm. og hann bara kom, hei strákar, funduðu jarðskjálftan? Og ég bara, var jarðskjálfti? Já, þú veist, ég var að fara að keyra og ég held að einhverju væri fyrir utan að hrista bílinn og við bara, what? Við fundum ekki neitt sko. Nei. Og það voru bara allir í sjokk í dag sko. Já, ég mynd lendi í sama svipuðu dæmi. Ég á bátt með að trúa að sé jarðskjálfti þegar kemur jarðskjálfti. Já, er það? Já. Hvað finnst þið verið að gerast? Sko, eins og ég var niður í móttöku þar sem við tökum móti vörunum, það er svona stór bílskúshörð og allt í einu byrja hún bara ég bara, djöfus ruslakallanir eitthvað banka í hurðina minni, ég bara djöfus, þess nennus ekki. Já. Og var ekkert að trúa þessu og svo kík ég á MBL og bara stóri jarðskjálfti og ég alveg, já, það hefur getið verið jarðskjálfti. Svo fer ég upp í búðina og þá kemur annar skjálfti og svona, þá heyri ég öllum vörum svona gling og svo kom annar jarðskjálfti eitthvað miðjan daginn hádegi. Já. Og ég fann fyrir honum líka. Ok. Já, eins og sé Við erum frá Hvolsvelli sem er svona hefur alveg fengið nokkur skjálfta. Það hafa verið nokkrir skjálftar Og eins og ég man þegar Eyjafjallajökull var að gjósa. já. Þá bara leið og hann sprakk þá var ég að taka bílprófið Já. í þú spóklaða Já. og ég var bara að skrifa og allt innu bara byrja alltaf að hrista og svo ég bara, ég verið stressaður. Já, það. Já. En þá var það bara Eyjafjallajökull byrjaði sko. Eða með sólgleru ef einhver heyrið það. Já. Vá. Á Bringunni. Á Bringunni. Já. Ég man eftir einmitt Eyjafjallajökli eða Fimmvörðuhálsi, ég man eftir frekar eftir honum. Já. Þegar það byrjaði alltaf þar. Já. Og ég man að ég var á rúndinum einhvers staðar rétt á Þykkvabæ. Okay. og var með félagi mínum og við vorum að rífast hvort þetta væri sólin eða eitthvað allt annað.
Já, á jöklinu, voru bara að horfa á Já, við fjallið. sáum fjallið og sáum bara eitthvað svona bjarma Mm. og við bara, er þetta sólin eða? Ég bara, já, þetta er pottið, sólin var harður og þetta væri sólin, Bara svona speglun. bara speglun eitthvað svona sólar upprás klukkan var sko eitthvað 3 Já, held ég og þannig, það getur ekki verið og þannig við keyrum í háttina af bjarmanum ok. já, og við keyrum í fljótsliðina Mm. og sjáum alla bílana að vera að keyra úr fljótsliðinni Já. og við leið bara, hvað er í gangi ég trúi þess ekki Mm. og þannig að svo voru komnir alveg, sko, ekki alveg að hérna svona þórsmarkar afleikarnum voru ekki komnir það langt en Ok. komnir hálf svona næstu því Já. það var ekki langt anga til þá föttum við að það var við að rýma fljótslíðana Já, þú meina, það var eitthvað að gerast. það var eitthvað að gerast, þannig að við snýrum við og endum í kvólskóla Já. já. Og var einhver fundur þar eða eitthvað svo leiðis? Já, það var sem sagt verið að finna að fá alla þangað Mm. og þetta var held ég á föstudegi eða laugardegi Mm. það var djam í gangi Gekkja. og það voru nokkrir mjög ölvaðar hérna Mm. sem voru ekki að hjálpa fólkinu sem var í geðsræðingum Já. og já, það var svolítið þannig Já, byrja, þetta gerðist verið seint þegar ég pæli. já, það Svona- gerðist mjög seint Já. en annað ekki endur að tala um þetta var dramatic moment á þessum tíma Já, náttúrulega hann farir. en vikan mín, Óskar, ef ég að fara yfir hana hún ekki búin að vera merkileg Nei, bara vinna og... ég bara byrjaði að æfa og ég er náttúrulega búin að sitja á rassinu núna í 1 ár Já. ég hef ekki hreyft mig að einhverju viti Nei. og svo byrjaði ég að æfa núna ameríska fótbolta Já. Hvernig gengur það? Það gengur bara mjög vel Já. ekki allan fyrsta æfingin, það voru svona smá byrjandæfing og svoleiðis en ég fekk ótrúlega mikla harspörur bara, sko þetta er eins og ok, þú ert svona þú veist hvernig stellingin er eins og átt að kúka eins og asjubúnir eða kúka Já, skvatta svona. skvatta, svona rússneska skvattið Já. þú liftir rassunum aðeins herra upp Mm. við erum í þeirri stellingu ég er í framlínu Já. og í hálftíma til svona 40 mínútur vorum við bara sitjandi svoleiðis allan tíman að taka lítið skref til vinstri lítið skref til hægri lítið skref til vinstri og gera það mjög hratt Wow. þannig að og lærin og kálfarnir fengur að finna fyrir því Það er trúið því. Gast alveg að labba í vinnunni eða? en ég gæti labbað en að fara upp og niður stiga og fara setjast niður og setjast og standa upp, það var svolítið erfitt Það er ekki trúið því, sko. en það gekk vel Já. nei, það gekk ekki vel Það gekk ekki vel. Nú, jæja. þetta var erfitt Ég er náttúrulega ekki búin að gera neitt annað en að sitja á rassinum og maula 1 sett, þannig að kúlurnar. já, Það eru störtlaðar. það eru sturla, Síðan ég er- var sammála því Síðan er ég komið 2 bólur þöggs í því já, það kemur fyrir og ég get ekki beðið eftir að pröfa 1 sett páskaeggið. verður páskaegg Það er komið það er komið páskaegg. Það er bara Það er bara komið páskaegg, sko, bara stuttið í jól, sko. já, Ég bara skildi ekki. ég byrjar að selja páskavörur sko. Í alvörinni. Já. Bráðum munum við bara að borða páskaegg á jólunum. Held ég. nei, þeir eru alltaf það er alltaf ákveðin lengd frá jólum til páska Já. en ég geti eins og að páska auglýsingar byrjuðu fyrr sko. það er einhvern veginn fyrst mér alltaf vera að byrja fyrr og fyrr Já, mér finnst það líka, sko. að auglýsingar og annað byrji miklu fyrr heldur en venjulega Já, og það gerir það, sko. uppsetning á vörum Já. Og svo er náttúrulega bara allt út í eggjum, sko. já, það er allt út í eggjum Já. en talhólf Talhólf, við erum með svoleiðis. við erum með svoleið 792-2025 Nákvæmlega. endilega skildu þetta skilabóð til okkar og segðu okkur sögur segðu okkur hæfileika Sína hæfileikana. ykkar Nákvæmlega. endilega bara spurningar og fengum frábæra spurningu í síðast þætti Já, alveg geggjuð. og við töluðum alveg heil lengi um það og við erum ekki búin að fá svar frá honum Nei, ok. en það væri gaman að fá að vita áframhaldandi söguna Já, bara að vita hvernig þetta fer, sko. vita hvernig það fer hvort hann hafi kýlt hann í magan sko. Já. hvort hann hafi bara sagt hann bara herðu, Stebbi bara, slaka á Slaka aðeins á. slaka á en kíkjum í talhólfið Ok.
Þetta var gaman. Já, ásakið kíkjum í talarlið. Þú hefur náð samband við 2 lóðuna og vinsamlegast skildu eftir skilaboð. fyrir okkur. Góðan daginn, eru þetta loðnir? Nei, ég segi svona 2 sóðnir. Kallar okkur 2 soðna. 2 soðnir. Já. Við erum svolítið soðnir. Já, núna allavega. Já, við erum allan frekar loðnir. Já. Ég held að við erum meira loðnir heldur en soðnir. Já, ég held það líka, sko. Ég kom með svona fabulous hár. Svona, Já, komið svolítið vel fallegt hár, sko. vá, ég kom með þvílíkan lubba. Já, shit, þetta ferir vel, sko. Þetta er COVID-lubbin. Já. Ég er náttúrulega minna svoðin eftir að ég hætti að vera í heitum potti, sko. Já, það. Já. Já, þú náttúrulega ert ekki lengur með botið. Nei, ég tók samt þátt í einhvern Facebook-leik Já. og ég er að vonast til að ég vinni hann. Þá mun ég vinna heitan pott. Hvað er alltaf að setja hann? Ég mun bara setja hann í garðinn, sko. Já, bara, Og já. Vel- Áttu garð? ég er með svolítið garð, sko, sem er alveg gaman. Og ég ætla að þá mun ég bara setja hann í hotnið. Já. Og ef að, þú veist, fólki í blokkinni fyrir að kvarta enda því, þá bara verður það bara að vera með, Er sko. þetta þá svona almenningspottur? Já, fólk þyrfti bara að fá að kynkja þessu og vera bara með, sko. Já, já. Ok. Þannig, loðnir, ekki soðnir. Já, takk samt, það mátti reyna það. Já. En þú ert bara svoðin. Þú ert Þú soðin, ert svoðin. Erðu, svoðinni. Þú svoðin. Já, Já, ekkert svona svoðina mál hérna. nákvæmlega. Nákvæmlega. Annars kiljið þig í magan. Já. Snap. Það næsta. Já. Är så TikTok-videon att låta sig här. Já, hæ. Hæ. Takk fyrir það og gaman að sást vídeo okkar. Já. Endilega horfa meira. Já. Hlusta meira. Ef þið Hlusta. langar að hlusta á okkur. Hlusta og horfa meira. Hlusta og horfa meira. Og þú getur alltaf hlusta á okkur bara hingað og þangað, sko. Já. Við erum nánast alltaf, við erum ekki á YouTube hins vegar. Nei, þetta er kannski að fara að redda því. Síðan var reyndar verið að láta mig vita í dag að við erum ekki inn á, hvað heitir þetta, Pocket, er eitthvað sem heitir Pocket eitthvað. Akkur er þetta með sólgleri, Óskar? Já, ég er búin að gleyma því. En já, Pocket, eitthvað. Picket, Big Bogdy. Picket Já, hlaðvarp. Podbean eða Já, eitthvað svo leiðis. já, við erum ekki á Podbean en það er hýsingaraðli. Já, svo leiðis. Við erum á öðrum hýsingaraðla sem heitir, held ég, Red Circle eitthvað. Já. Og við megum ekki vera annar staðar. Þá þyrftum við að færa okkur yfir á annan stað. Já, svo leiðis. Já. Ok, þá er það bara svo leiðis. Það var bara svoleiðis. Nákvæmlega. Næsta. Endilega. Já, þegar þú ringja í þetta símtal, Vá. segja svo. Já, einu sinni, ég var á Íslandi þá var ég var miklu yngri en þið. Já. Þá voru við á djamminu hérna fyrir suður á, í öfnum rétt og Keflavík. Það var að hitta hérna kelling, Magga Steinas. Magga, ég var rosalega flott svona. Hún var hérna svaka barma, túttur eins og ég gæti í dag. Nú vorum búin að vera hérna í óra heilingar hérna svo í átti. Og fóru inn til hennar og kallinn eða pappinn átti svona alvöru bláan Ford Bronco 1979. Það var kallinn sem ég langaði rosalega mikið. Og allt að strákun hann hélt. Hann tók kallingana upp á útinu. Hamaðist. Og kom kallinn heim alveg brjálað. Ég hljóp í burtu. Og kallinn náði mig, sko, kallinn náði. Ég beklaði úti. Það kona hún beklaði úti. Það er leiðilegt. Já. Ég tók hann aftur, sko. Það var svo helviti gott og svo hjá henni maður. Mér var lofa að ég myndi segja sögu og ég fengi smá kartó. Nei, strákar, mér var lofa kartó og morgun kartinúmur, sko.
Já, ég drekk svolítið. En ég þakka fyrir og vonandi var þetta góð saga. Eitthvað blessa. Já, Já, fín saga. þetta var fínasta saga. Já, Og vonandi færðu Kartó. Kartó, já, Mario Kart eða? Mario Kartó. Já, Mario Kart. Mario Kartó, það held ég fótboltaspil, fútbol, match fútbol, Já, matchattack, eitthvað annað sem var selt alltaf á kossunum. Ákveðlega með svona portugalskum strákum sem er alltaf bara með fótbolta. Já, portugalsku strákarnir sem eru alltaf í fótbolta og voru þekktir fyrir Mario Kartó, Já, sem var leikkerfi sem þeir þróuðu þarna 1972 1972 og þetta, og þetta var gert frægt af Mario Kartó, þess vegna er þetta skýrt í höfuð á Mario Kartó. já, alveg rétt. Já, þetta er ekki 4-4-2, heldur er þetta 4-1 4-1. Það er svo klikað sko. Þetta virkaði vel á þeim tíma, Já, en hefur ekki verið tekið upp aftur og vonandi færði þitt leikkerfi Mario Kartó í Já. hendurnar. það breytir lífum sko. Ég breytir lífum. skilin að manna lög sko. Ég held að hann samt sé að meina kardimómu dropar. Já, Já. það sem hann nota til að baka Já, sem hann nota til að baka. brauð. Já, hann er kannan langar svolítið í brauð. Já, Já, kardimómu þannig úr kardimómu bænum hana. já, nákvæmlega. En við erum ekki komin að tala um kardimómu dropa. Það er samt nokkuð veginn. Það er enda Það rétt. er rétt. Þetta var, þetta er rétt. Við erum að fara komin hingað til að tala um eldamennsku. Já, eldamennsku og vaniludropa og sítrónudropa. Já, og Óskar, Já, vinur. hvenær sko, við búum núna ekki lengur hjá foreldrum okkar. Nei, Það er ekki lengur eldað ofan í okkur. Nei. Vissuleiti, stundum eldar Gunnur og örgulega Helga eldar stundum hjá þér. Já, En þú eldar mikið stundum rétt. líka. Nei, stundum. Ert þú góður í eldhúsinu? Nei, ég er alls ekki góður í eldhúsinu myndi ég segja sko. Ég En- held ég væri það en ég er það bara ekki sko. Nú, hvað liggur vandinn? Sko Helga gerir hvernig við höfum þetta heima Já, þá eldar Helga já, og hún er bara snillingur í já. og ég er basically bara geng frá öllu. Já, eftir matinn. Já, og ef ég má ég endurtek, ef ég má þá hjálpa ég smá. Já, ef þú má. Mér langar alveg að hjálpa mér mikið en já, En við höfum verið saman í matreiðslu. Við Það höfum verið var- saman í matreiðslu í grunnskóla já, og í framhaldsskóla. það var þetta fucking gaman sko. Það var mjög gaman. Það var eiginlega uppáhaldstímanu mínu sko. En það var mjög gaman af því að við vorum ekkert sérlega duglegir og við gerðum það sem við áttum að gera og vorum ekkert flinkir í því en það var gaman. Ég gleymi aldrei, þetta var í framhaldsskóla við áttum að gera pönnukugur eða vöfflur eða eitthvað Já, og þú settir óvart sítrónudropa í vöfflunar eða já, pönnukugunar. það var bara miklu betri. Það var sérstakt en Já. það virkaði alveg, Já, bara sítrónu pönnukugur en sítrónupönnukökur. með rjóma og söltu. Akkur settu ekki bara, sko, hún gaf okkur mann svona eiginlega frálsa það sem maður mátti gera nokkuð veginn. Maður fekk bara uppskrift í hendurnar, við áttum að gera uppskriftina og ef við varum ekki viss þá fengum við aðstoð. Já, nákvæmlega. En ég tel mig vera alveg þokkalega góðan kokk, sko. Ok, Ég er alveg eldunar fær. þú ert með gott kokk. Ég er með gott kokk Ok, og Gott að ég vita. er með gott kokk skills. right. Yes. Og ég alveg hef eldað, ég eldað læri og ég hef eldað hamborgararygg og ég hef eldað partískingu og eitthvað svona shit. Og þú matur þetta alveg sjálfur eða? Já, ég hef gert svona sigursætar kartöflur og þannig. Já. En ég eitt sem ég sko, ég er ennþá að læra Já, þetta er bara ákveðin lærdómur sko. og við erum ennþá að læra að elda og Við eða þú og Gunnur. ert þú ekki að læra, ferð þú aldrei á YouTube og skrifar hvernig að elda þetta eða gera eitthvað svo leiðis? Sko ég er ekki góður að elda en ég er góður að baka og ég er góður að grilla Já, og mér finnst mjög gaman að grilla já, og grill er voða mikið bara að standa yfir grillinu. já, passa þetta brenn ekki sem hefur alveg
gerðist einu sinni. Já, það. Já, það var mjög leiðilt. Við náttúrulega vinnirnir gáðum mér og Helgu grill í brúðkaupsgjöf Já. sem að er bara geggjað og við vorum búin að þetta var svona í 3-4 skipti sem við ákváðum að nota þetta. Getum einhver svakalega flotta foldasteik, sjúklega bara, hún er svo góð sko. Og ég setti þetta á grillið og setti bara allt í botn áður en ég setti kjötu á grillið og svo bara lokaði þessu og flippi þessu og allt þetta sem maður gerir. Síðan vildi Helgi eitthvað að ég myndi aðstofna, ég bara það er ekki að fylgjast með grillinu. Hún bara, nei, þetta hlýtur að sleppa og ég bara, ok. Svo hjálpa ég henni eitthvað aðeins og það tekur ekki rosalega langi tíma en svo þegar ég komin aftur að grillinu þá sé ég bara eld koma bara út allt. Nei. Jú, og svo þegar ég opna þá bara þetta er bara orðið að svona ösku sko. Og hvað, borðuðu þetta? Það var eiginlega ekki hægt sko, þetta var alveg bara brunni í gegn líka við. Nei, hvað gerður þá sko? Ég held að þetta enda bara að panta pítsu sko. Já, það er svolítið gott backup-plan. Já, en þetta var samt þetta er steik sem ég keypti sko bara 2 í viku því hún var svo góð þegar ég náði að grilla þetta rétt sko. Já, þannig að þú gerði bara smá mistake hana. Já, mistake. Já, nákvæmlega sko. Gerði mistake. Já. Viltu fara eitthvað nánar? Nei, ég elda. Já, þú eldar stundum. Og hvað? Ég elda og ég elda bara það sem kann að elda sko. Já. Ég kann að elda spagetti. Já, ég hlýt að kunna það líka. Þetta er reyndar bara, sorry ef ég grípi fram í, en ég gerði hakkuspagetti daginn. Já. Og setti einhverja svona súrsæta sullsósu sem að mamma var alltaf vön að svona kaupa í gamla daga. Já. Og ég ætlaði bara að gera nákvæmlega eins. Já. En svo bara það var eitthvað skrítið við allt kombóið sko. Og þá fatt að ég, þú veist, maður þarf eiginlega að krydda hakkið áður maður fyrir að sulla í því sko. Já. Þetta var bara ókrydda hakk. En þetta er, maður lærir af svona dæmi. Þetta er svolítið lærdómsferli að elda. Já, greinilega sko. Og ég hef alveg, það sem eitt af skemmtilegst sem ég gera þegar ég er að elda, ég bý til minn eigin kokkaþátt. Já. Ég kem alltaf stend í eldarsunni, horfi í myndavélina, það sem ég bý bara til og hún er með alveg nokkrum sjónarhornum og voða flott sett upp hjá mér. Ég set alveg hérna og svo kem ég bara góðan daginn og velkomið eldað með Kristbergi. Við ætlum að elda hér spaghetti bolognese. Það sem við gerum við tökum smá klípu af pasta, passið að vatni er sjóðandi heitt, alveg búblandi heitt og ég skelli pastanum beint í pottinn, sett smá salt, smá olíu og leiðum þess að malla. Á meðan skulum við bara elda hakkið. Og þannig er ég bara allan tíman. Já, frábært. Já, mér finnst það þetta ótrúlega skemmtilegt að búa til minn eigin kokkaþátt. En hins vegar öðrum á heimilinu, Gunni, kærustunni minni, henni finnst ég vera algjör hálfviti. Okay. En hún bara, hvað ert að gera, Kristberg? Bara, velkomin Gunnur í kokkaþáttin Kristberg, gjör svo vel, fá þér sæti og hvað, og við spjöllum daginn og hún bara, nei, hættu. Ég gæti trú að sé kannski erfitt að lifa með þér 24/7 sko. Nei, það er stór skemmtilegt. Ég er enda að væri alveg til í kokkaþátt með Kristbergi einu svona dag sko. Einu svona dag. Já. Og ég er ekkert að elda einu svona dag, ertu klikkað. Ég þarf að vinna podcast og ég þarf að vinna videopodcast og ég þarf að vinna og það er bara búið að skapa svaklega mikla vinnu fyrir þig. Já. Það er svona nei, ekki Patreon. Nei, hættu þessu suði. Þetta er að fara í taugarnar á mér. Jæja. Þannig að ég veist alveg hvert þú varst að fara með þetta. Nú. Flott myndið náttúrulega. Já, takk, ég ger ekki neitt í þessu. Nei, það var keypt svona. Já. En nóg um það. Já. Nóg um þess að mynd á vekknum og Patreoni. Og YouTube. YouTube. Mér langar alveg að spyrja þig sko út af mér eins og gaman trubla. Já. Í byrjun fyrir svona korteri síðan talaður að þér þetta er gaman að fara á YouTube til að fá hugmyndir. Já. Eins og hvað? Eins og hvað? Það er til dæmis dæmi sem heitir You Suck at Cooking. Og það er reyndar meikar engan sens að þetta er bara grín en overall meikar að sens. Já. Og það er alveg gaman að horfa á það. En ég fer yfirleitt að horfa á svona eldamyndbönd þegar ég er svangur. Já. Það er góð hugmynd.
ég sé eitthvað svona voða flottan mat og ég bara, mér langar í svona klikka það bara, og horfi á allt og ég læri ekkert að því, ég bara horfi á hann bara, er bara að horfa á hann elda já. og það er bara eitthvað satisfying við það að horfa á fólk elda Já. en eitt sem mér hefur alltaf verið svolítið svona hissa þá finnst mér eins og foreldrar þau ná alltaf að búa til mat einhvern veginn Já, bara úr öllu og engu einhvern veginn. Já. Það var oft þannig heima með mér bara hvað er matinn? Ég bara finn eitthvað og það bara, þú veist, ég opnaði ískapin svona 200 sinnum á dag bara því að það var ekki neitt til og alltaf því ég opnaði ískapin og held ég að var eitthvað komið í ískapin eða eitthvað svoleiðis að bara opnaði ískapin ok, ég get ekki fengið mér þetta að borða opnaði ískapin aftur, nei, það er ekki ískapin til að borða Nei. En síðan kvöldmati að leitið þá bara, komið matur Já, bara ógeðslega mikið af alls konar bara, ég bara hvernig Já, bara upp á engu bara hvernig Þetta er svakalegt sko og bara búa til mat upp á engu Já, hérna Helga er einmitt svolítið Helga er mjög mikil snillingur í eldhúsinu sko Já. Ég er mjög þakkláttur fyrir það Hún einmitt nær bara þú veist, við hefum kannski takmarkaða hluti eins og núna þú veist, það er koma mánaðamót og maður er ekkert eitthvað að kaupa mikið inn akkurat núna Nei. En hún nær bara að taka random hluti úr bæði kryddskápnum og ískápnum og kemur með bara geggjaða máltíð bara einhvern veginn Já, og einu sinni var ég einn heima með hérna frænda mínum Já. Ég nefni hann ekkert, það veit alveg hvað hann heitir Nei. Fannar já, Finnur Já. Finnur hérna Finnur frændi og Já. við hérna ég hugsa bara, ef Helga geti gert þetta þá geti ég gert þetta líka Já. Þannig ég ákvað bara búa til eitthvað sull Já. Mér minnir að þetta hafi verið hakk bara Já. og ég krydd ekki hakk af einhverjum ástæðum en ég hugsaði bara þú veist hakk er gott, ostur er góður stráði bara svo osti yfir og svo þú veist tók ég kannski tómatsósu og barbecue-sósu og matlaði því eitthvað yfir og síðan bara fór ég að hræða þetta saman síðan bara það er örugglega gott að hafa pasta með þessu hellir pasta í hérna suðupott ég er náttúrulega kann að sjóða pasta sko Já, það er gott og hérna svo bara læti ég það eitthvað að matla og set salt út af ég náttúrulega, maður setur salt yfir pasta sko Já. og hérna svo helli ég því yfir hérna sullið sem ég er búin að búa til og hræri eitthvað og svo allir það þarf að vera eitthvað gremmiti með það skeri nokkra paprikur og eitthvað og hendi því yfir svo einhvern veginn bara smakkaði maður þetta og þetta var eiginlega bara ekkert hægt að borða þetta þetta var bara eitthvað svona chunky og ókrydda hakk með einhverjum osti sem að gerir ekki neitt og ég bara gæti ekki, þú veist það var ekkert var í þetta sko þannig leiðilegt og fann að getur votta fyrir þetta var bara algjör viðbjóður sko en smakkar ekki meðan þú ert að elda eins og þú byrjar að setja hakkið svo bara sér að það er að brúnast og svo bara tökum við smá smakk bara, ég kannski eftir að setja eitthvað hérna smá salt og smá pepper og smá sesson og skellir því á og svo bara og svo smakkar það aftur og smá meira salt og pepper og svo leiðis og þá smakkar þetta þetta er gott svo tekur annað gott element setur þá á og ef þú veist að þetta element og hakkið og sósan þetta virkar saman bara þú veist að þetta bara smellur passar saman eins og bara pastasósa og hakk það meikar sens af því að pastasósa er eins og pizzasósa það er mjög svipað og þú farið hakk og pizzu og það meikar sens þú ert að koma með hennar sens og smá sensei og hérna setur þetta allt shit saman og smakkar gott, hvað get ég bætt við þú voru að leita svolítið í bankan sko. tilraunir eru oft hættulegar ég held meiri sér sko ég hafi söllað yfir svona nachos sósu, svona ostasósu bara þetta ég held að væri bara geggjað kombo en hefur þú fengið hakk með ostasósu taco kannski það er alveg frekar sko. en hefur þú blandað því með barbecue ég held að mér minni það var það gott? Nei, þetta bara var ekki gott sko. Nei, en maður verður að leita svona í samkvæmt sko kokkurinn Kristbergur, hann fer alltaf í reynslubankan sko. En margt gott getur verið vont það er, þú veist, þú setur ekki tómatsósu út í skyr nei,
Vaniljuskýr kannski. Nei. Það er ekki gott kombo sko. Nei, en þannig býr maður til koktelsósu. Já, það er hendar akkurat rétt. Nei, já, en talandi um svona koktelsósu. Já, Ég bý til mína eigin koktelsósu. já. I make my own koktelsósu. Eru þá að tala um majónes, sinnep, tómatsósu. Setjum maður sigur eða eitthvað svona stuðum. Sko, nú ertu komin á sko uncharted territory. Já, Enginn gerir þetta eins. góða leikur sko. Já. Ég er með smá sko secret element í minni koktelsósu. Ok. Ég set sojasósu, smá dass af sojasósu, svona smá sojasósu. Er það kikkoman eða? Já, ég held það. Hátlega góð sko. Já, set smá af sojasósu, smá svona slatt af seasonal og þetta er bara dundur. Seasonal? Já, Já, þetta er dundur. ok. Þetta get ég bara slöðrað bara á bara diskinn, frölur, burger og ég bara seti þetta á allt bara og svo bara allt í möllan minn og þess vegna er ég með ofáðan blóðþrýsting. Ég skilði, þetta er vesen. En það hljómar svolítið vel sko. Já, en náttúrulega sko, þetta lærði ég bara heima. Mamma kendi mér þessa uppskrift bara, hún hljómar samt ekkert svona, kenna hérna kóttel og svona, ég bara, já, Alveg eins. og hún kendi mér þetta sko. Jæja. Þetta hef ég stundum gerði þetta oft í tonnavís og fekk mér sko grillaða samloku með, náttúrulega ég er samloku mistari sko. Samlokur eru svo góðar sko. Þetta er fyrsta sem ég lærði að elda. Koktelsósu. Nei, já, þú veist, samloka Já. og hrærið egg. Samloka, Það var fyrsta sem ég lærði að elda sko. Byrja ég á hræregg og svo einhvern veginn setur við samlokuna svona einhvern veginn klessinni saman og steikir á pönnu og það er sutlega gott sko. Það er mjög gott en ég lærði bara, þú veist, í sikkvoru samloka sér, hrærið egg sér. Já, og svo bacon sér. Þetta var það sem ég lærði því. Já, ég trúi. Ég lærði ekkert bacon, ég er bara að segja þetta, ég er ekki að búa til einhverja uppskrift, ég er að segja þetta lærði ég að búa til þegar ég var eitthvað 8 ára gamall. Já, 8 ára? Já, ok. Ég var ekki tvítugur bara, einhver bara, Kristbjörgur, hvað þið hérna, ég ætla að sína hvað hann búið til samloku og bara tegur þar bröðsnar hérna, setur hérna álegg og shit og annarkvært í grill eða pönnu, ég bara, í alvöru, getur þú gert þetta heima? Já. Bara ég gefið þetta bara í sjoppu, bara alltaf samlokur þar. Nákvæmlega sko. Nei, þetta var fyrsta sem ég lærði, bróður minn kendi mér þetta, hann kendi mér hvernig hann gera hrærið egg og það var ICS kaka sko. ICS kaka. Hérna, hvað finnst þér að tala um samlokur? Svona rónasteik. Rónabrauð. Rónabrauð, já. Sem svona kjötfars og svoleiðis. Akkurat. Já, það er legendary sko. Það er svolítið rosalega. Það er bara, og sérstaklega með minni koktelsósu. Já. Þá er það bara, þetta er eins og borða ský. Já. Já, því ég held að ský eru mjög góð. Ég ímynda mér alltaf að ský var eins og svona Kandifloss, já. Mögulega. Sykurfrauð á íslensku. Held að sé það. Það held að líka sko. Já, ég held að líka. Ég held að nema meira fluffy. Meira fluffy? Já. Og bræðast eins og rónasteik, rónasamloka? Nei, bara vel. Okay. Já. Ég hef náttúrulega aldrei pröfað. Eða þú veist, maður hefur náttúrulega verið í þó. Það má ekkert að stinga hausinn út úr gluggan í flugvél, það er ekki lefilegt. Nei, það er ekki sniðið sko. Hins vegar hef ég, þú veist, ég hef alveg pröfað að borða þoku sko. Já, þoka hún er svona 5 daga gömul rónasteik sko. Já, þú meinar. Bara svona blöyt. Bara svona blöyt og soggi og svona mjög næs. En já, rónabrauð, það er mjög gott. Já. Og daginn fengi okkur kjötfars. Já, við vorum að tala fyrir mörgum árum kjötfars og það er gott. Nei, það er 4-5 mánuðir síðan. Við erum bara að vera svolítið lengi þessu. Nei, 4-5 mánuðir. Svolítið lengi sko. Já, þú getur bara tekið 20 þætti, deilt það með 4. Hvað er það mikið Patreon? það er ekki, það er 5 Patreon. Já, wow. Já. Ok. Nei, það er 24. Nei, 20 deilt með 4. Hvað er það, Óskar? 5.
Já, Maður er svo góður í starffræði. þannig að við erum búin að vera 5 mánuði. Já, magnað. Já, Við þurfum bara bráðum að fara að opna veitingastað. já hvað var hann að heita? 5 mánuðir? 5 mánuð. Já, vá, geðveikt nafn. Velkomin á 5 mánuði. Mér finnst þetta freka fallegt. Ég var bara, hvað meinið þið? Fara inn og heyri ykkur á baksögu og svo bara Hvað er sagan baku veitingastæðin? Það vorum búin að vera í 5 mánuði. Já, ekkert meira samengi. Já, ok. Bara- Hvað voruð að gera? Bara í 5 mánuði. Já, við vorum bara þessi í 5 mánuði. Það voru bara þessi í 5 mánuði. Bara þessu, hverju? 5 mánuðir. Og svo bjóðum við upp á rónasamlöku búið með og rónasamlokur koktelsósuna þín og pastasullið pastasullið þitt og svoleiðis, það er í eftirrétt. hins vegar langar mér að segja frá einu sem var alveg geggjað. Það er þetta mjög langt síðan. Ég bjóð það til með frænda mínum Já, fyrir mörgum árum. Langt áður en ég byrjaði með Helgu. Finni og- eða? Já, Finni, nákvæmlega. Hérna, við fórum á YouTube. Þetta var Þorrablót, ég veit ekki, 2010 eða eitthvað. Já, Og við ákveðum að horfa á Epic Mealtime já, og þeir voru með svona pizzadilla. Og við ákveðum að búa til okkar eigin pizzadilla. ok. Og það er actually, þú veist, það er ekki of mikið overkill eins og þeir eru vanið að gera. Nei, En það var að byrja til quesadillu. Þú veist, tekur 2 hérna, hvað heitir brauðið? Flatt, hérna, tortilla brauð. Já. Sittur það svona flatt, setur allt hana quesadilla söllið á, ost og guacamole og hakk og sósur og eitthvað. Lokar með öðru dæmi og svo bara býtið til pizzadillað. Nei, þú veist, steikir þetta, þú veist, á pönnu, flippar þessu svo, steikir hinn megin. Svo bara ferða að setja þetta eins og þú ert að búið til pizzu. Bara setja pizzasósu, hvað sem þú vilt á pizzuna og svo ost yfir og allt þetta dæmi. Og svo bara setja þetta inn í opn, leiður sem alla. Þá ertu komið með pizzadilla. Þá ertu bæði að borða pizzu og quesadilla á sama tíma. Og var þetta bara legendary? Þetta var svolítið legendary, sko. Maður var vel sattur bara, Já, ég get alveg þetta er trúað eina því. sneiði, sko. Ok, Það mæli með að pröfa, sko. já. Já. En, fyrir ekki óskar mér. Ekkert mál. En hefur þú einhvern tímann gert einhver mistök? Já, ég var að segja frá því áðan. Já, nei, býtt mistök sem endaði vel. Sko, ég veit það ekki. Ég Já. ákvað að búa til svona mexikanska súpu. Já, Svona mexikósúpu sem er bara, ok, nú, ég er búin að segja allt sem ég er búin að segja, en ég hef alveg gert suma hluti næs. Alveg eitthvað. eitthvað, já, ok. Ok, ég ætla að byrja að segja, ég hef gert góða mexikósúpu. Já. Sem að uppskrift sem að sissi minn bjóð til. Ok, Og ég fór eftir henni, bjóð til þann, hún var bara perfekt. já, Síðan ákvað einhvern tímann að gera hann aftur. Já. Mörgum vikum setna. Og ég rugglaðist á sósum. já, Og hérna, ég svona setti, þú veist, ég held að þetta að vera Tabasco sósa, sem er sterk en hún er ekkert eitthvað crazy, já, en það var svona svolítið stór hérna flaska. Já. Og ég bara styrta hann allri ofan í súpuna. ok. Og hérna svo bara ég allir þetta og þú veist, bara allt í góðu og síðan, þú veist, ég það bjóða með pappa upp á þetta og bara gaman. Svo bara var hún svo ógeðslega sterk að, þú veist, maður fór bara fekk tár í augun, sko. Mamma og pappi gáttu ekki klárað þetta og ég var svo reiður, þú veist, þetta var svona stór pottur, bara hálf fullur pottur af súpu og ég var svo reiður að ég bara ætla að borða þetta. Já, Þannig að ég fekk mér bara 3 skálar já, og ég var bara svona stanslaust, sko. Já. Ég stoppaði ekkert og svo þegar ég var búinn þá hérna bara þurfti ég að leggjast upp í sófa og bara gráta, sko. já, var það sérst ekki gott? Þetta var gott en það var svo sjúklega sterkt. Já, sjúklega spicy. Já, þú veist, við erum að tala um þetta súpan var ónýt, sko. Hún var svo ógeðst. Þannig að ég var að leitast eftir sko mistökum sem voru rauninni in the end ekki mistök. Jú, þeir voru mistök því að ég þurfti að hringja með einn veikan daginn eftir út af því að ég bara, En ég sko, var með í maganum allan daginn, já, sko. ok, en nú ætla ég að segja þér að sögu. Já. Ég vann einu sinni sem aðstoðarkokkur eitt sumar á Hótel Hvolsvelli. Akkur mann ekki eftir, ég trúi þér satt. Já, ég vann eitt sumar þar og var svona handlangari kokks og sjá um uppvaskið og aðstoða að gera og græja og svoleiðis. Það var þetta gott kokk. Þetta var gott kokk. Og á hverju morgni átti ég að baka brauð
Já. bara á hverju mótni eða eitthvað svoleiðis. Það var að því voru með hlaðborð seinna um daginn Já. í hádeginu, það var alltaf hátíðis hlaðborð og ég var sérst átt að baka súpubrauð. Fyrsta daginn minn fekk ég uppskrift sem ég skrifaði í litla bók sem ég átti að eiga og hafa alltaf á mér ef að ég myndi fá fleiri uppskriftir. Já. Ég fekk bara eina uppskrift og það var þetta brauð. Ok, var þetta súrdegsbrauð eða? Nei, þetta var bara brauð, bara venjulegt, bara bollubrauð Já. og bara basic og hann let mig skýra þetta eitthvað dollabrauð af því hann hétt Dolli eða eitthvað. Já. Og ég bara, já, ok, dollabrauð búndur og hérna ok, og einn morgun var ég vaknaði og ég var bara svo fáránlega þreyttur bara deyja og átt að mæta hann eitthvað rétt 7 og byrja að baka þetta brauð og ekki að nenni að baka sko, þú bakar nefnilega þetta var ekkert eitt brauð. Já, það bakar svolítið mikið. Bakar alveg bara 20 brauð Wow, 20-30 bollur sko. Já. Já, þannig að ég var með stóra hræri Ok. og allt í lagi og ég er bara mjög þreyttur og var að lesa í bókinu mínu og ég skrif ekkert vel. Nei. Hálfa leiðina í brauðgerðinni minni þá fatta ég bara allt í nú rann upp fyrir mér því ég var að fara yfir allt sem ég hafi gert að ég ruglaðist á sykri og salti. Æ. Já, ég vissi það ef ég myndi byrja upp á nýtt þá er ég skammaður. Já. Þannig að ég hugsaði með mér borða þetta hvort sem er engin eða eitthvað svoleiðis. Okay. Þannig að ég let bara vaða. Okay. Gerði brauðið. Allan daginn var ég með hnút í maganum. Ég var með stærsta hnút í maganum að því að ég var hræddur að einhver bara að fólk bara myndi bara segja þetta var ógeðslegt brauð, það var versta brauð í heiminum blablabla og hvað er þetta er bara ógeðslegt. Ég smakkaði ekki eins og brauð og hérna svo leið á kvöldið og fólk á daginn og fólk var búin að borða og svo sé ég kokkin var að tala við einhvern viðskiptavinn sem var að borða og ég var bara svolítið hræddur, ég var bara hvað er hann að segja, hvað er hann að gera, hvað er í gangi ég var að skera einhverja steikur og eitthvað svona shit og þá kemur hann til mín Kristbrugur, vel gert með brauðið. What? Já, og ég þá bara greinilega var þetta var svo salt brauð að þetta var svo virkaði svo vel með súpu. Já, þú meinar. Þannig að brauðið var bara það eitthvað blandaðist eitthvað rosalega vel. Þú meinar. Og ég bara what? Fuck. Og náttúrulega þetta var uppskriftin hans. Já. Þannig að hann tók náttúrulega stoltið á sig líka. Ég skil. Smá hrósið á sig að því að hann átti þessu uppskrifti bla 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 og eitthvað svoleiðis. Það er svona voða basic uppskrift, það var ekkert eitthvað svona dassa þessu og dassa hinn og gera eitthvað svona. Það var bara hveiti, salt, sykur, ger. Já, bara mjög basic. Já. Ok, ekkert súrdegsbrauð sem þetta. Nei, þetta var bara brauð. Já. Og eina sem ég gerði, ég bara rugglaðist á salt og sykri. Átti að vera miklu meiri sykur heldur en salt. Já. Og þannig að en ég vissi að henni fannst mistökin mín vera betri. Nákvæmlega. Og ég þorði ekkert að segja nú frá þessu. Ég þorði að segja bara, veistu hvað? Ég rugglaði uppskriftinni og þess vegna var brauðið svona gott. Já. Ég var ekkert að segja það. Það er þetta eina bara brjóta sjálfstöðis hans niður þannig. Nei. Það nú er orðið reiður eða? Já. En þetta voru svona heila mistök, mjög stór mistök, svona klaufa mistök sem reyndist bara að vera hefni. Já, ekki það. Og ég held að margar svona eldamennsku uppfinningar svona dæmi, uppfinnur hafi verið út frá mistökum. Já, algjörlega sko. Ég held að til dæmis bara áfengi. Já. Það er bara eitthvað sull sem bara var bara einhverju potti og einhver bara smakkaði það síðan 20-30 dögum setna og var bara blind fullur og bara þetta var geðvikt. Já, bara þetta var ógeðslega gaman maður. Já, bara gerum þetta aftur, hvað gerði? Ég veit það ekki, bara prófa þetta og bara mistök er oftast góð. Já,
eins og þetta podcast eins og, þetta var ekkert mistök, þetta podcast þú veist hvað ég meina er það að segja, já nei, þú klippir þetta alls saman vel og stendur þið mjög vel sko já, nei, já, bara nei, já, ok já, við erum hættir að tala um það já, ok, já, það er bara það var á borðinu og ég slóði svona af af borðinu þú fannst píð að vera að koma já, þú fannst við því já. Sko, en meira með eldamenn sko já, þá finnst mér gaman að elda já, þið finnst það já, mér finnst alveg lúmst gaman að elda en þetta er samt sko mér finnst leiðilegt að versla matinn já, það er endar það konar margar leiðir núna nú getur við, þú veist, farið bara í app og fengið þetta heimsend já. En það kostar meira ekki ef þú kaupir yfir 15.000 held ég það farið fría heimsendingu þannig að þú þarft að versla fyrir 15.000 kall já, til þess að fá heim til þín já einhver dúdda ding dong það er svona skáraðaldur en það sem við tala síðast bara eitthvað, viltu búga og svo færðu bara já, allt og lítið og þarna kemur bara einhver gæi þú bara tekur á móti þessu búin að borga þetta, ekki þessan jú, það er nefnilega vesen við höfum lent í vesinni með svona heimsendingu af dæmi Jú. Já. Við pöntuðum 75% skinku en fengum 50% skinku ó nei, og hvað og ég sendi kvörtunarpóst og fengum þetta endur greitt já, þegar við borgum, hún var ódýrari sko hinskinkan svo 75 já, ok, við áttum að fór 75 en fengum 50% skinku og 50% skinkan var ódýrari það er samt sko stundum gert þannig að ef að hluturinn er ekki til já. þá er spurt hvort það megi það er eitthvað annað í staðinn það var alveg til, hann bara gerði mistök sko. já, þú meinar og það er svona alltaf lægi mér var alveg saman sko. en sendur þú kvörtunum já, Gunnur var ekkert alveg sátt með þetta já, svoleiðis já og ég er enda að lendi því að sko ekki fá sendt heim en ég panta á netinu og vildi láta gæjan þú veist, vera bara tilbúið með þetta þegar ég kæmi já. svo mæti ég þetta var enda nettó sko ég mæti á staðinn já. og þá var hann ekki byrjað að týna þetta nei, hvað gerður þú? ég bara, hvað er vörðuna mínar og hann bara, já, ég er bara ekki byrjað sko ég bara, ok, þannig að, let's go Labbar bara með hann? heilega, bara með einhverjum starfsmanni þetta hérna, fáu þetta hérna líka takk, settu þetta í koruna settu þetta líka í koruna síðan þetta var svo vandræðilegt, þú veist hann hefði fer hann að kjötborðinu eitthvað og já, þetta sem varst að biðja það bara er ekki til og hvað ættu að gera ég bara, ég veit ekki finn út úr því ég er í því í vinnu en síðan náttúrulega komið nú nýtt sem er ekkert nýtt eins og eldum rétt já, ég hef notað þegar ég bjó í bænum síðast já, og ég hef notað það líka það er rosa þægilegt finnst þér það ekki? jú, var ekki 3 í viku, 4 í viku eitthvað þannig já. ég er þetta bara farið og kift pakkana í verslunum sko. Nú, ég har aldrei verið í áskriftinni, ég bara farið og kift já. Þannig það er bara farið maður að pakka og þú bara farið leiðbenningar hvernig þetta fyrst setur og ég bara já og það komið bara frábæra máltíð, borðar þetta og allt bara búið sáttur, já, það er engin afgangar það getur verið afgangur en það er ekkert það er ekki mess þú ert ekki að opna, kaupa eins og oft þegar maður er að elda þá þarftu ólifur, þarftu þetta sker þetta niður og svo ertu bara með sko hálfan póka af þessu, hálfan póka af þessu hálfan póka af þessu, þarna færðu bara allt í réttu magni nákvæmlega, og það er engin svona matarsóun allavega miklu minna og þetta var umræði í útvarpinu fyrir svona mánuði síðan já. og mér finnst það svolítið áhugaverið punktur þú veist, allavega ef þú býr bara einn með konuðinni jafnvel einn þá er eiginlega ódýrara að bara í staðan fyrir að kaupa í matinn að bara fara á þau skyndibita eða panta þú veist eitthvað heim og ég hef langað að pröfa þetta vera kannski bara með eldum rétt og svo inn á milli þess að vera hérna skyndibit ekki endilega óhóllu skyndibiti þú veist, fara kannski á Vókon eða hvað þetta er já. og það er verið að tala um að þetta ef þetta er bara eina eða tvær manneskjur þá á þetta að vísa að spara pening já, ég get alveg trú á því
Og Ég get alveg trúið því. þannig það spara pening, spara tíma og engin matarsóun. Af því að tími er peningur. Tími er peningur, sko. Time is money og money is... Nei, það er ekki rétt. Eða, jú, kannski. Gaman að skildið minnast á peninga. Nei. Sko, mér finnst... Sko, já, Slóði þetta læginu þannig. nei, Já. ég bara, allt í nú bara datti svona í þreytu. Já, ég er döðþreytur, sko. Þú ert döðþreytur. En ég er ekki að sína það. Kjaftaði. Kjæftæði. Ef við ekki bara segja þetta gott í okkur í bili? Segðu það gott. Nei, Ekki. ef þú vilt segja stopp, þá bara let's go. Ég hef ekkert meira að segja. Ekkert meira að segja. Nei. Instagram, Facebook, TikTok. Instagram. Ég hef búin að segja það. Já, ég vildi bara segja það líka. Og svo erum við með símanúmer 7922025. Og já, endilega skiljið til skilaboð og segja okkur frá deginum, segja okkur frá sögum, segja okkur frá þættinum eða segja okkur frá einhverju. Nákvæmlega. Bara segja okkur frá Segðu okkur frá. og segðu frá okkur. Já, endilega. Já. Og takk fyrir að hlusta. Já, Takk fyrir að horfa og, takk fyrir að hlusta og horfa. og vonandi grættið eitthvað á þessu heldunar þætti Óskars og Kristbergs. Má ég bara spyrja einu? Já, Hvað er uppáhalds maturinn? Hvað er uppáhalds maturinn? pizza. Bara pizza. Ok. Það er bara my favorite. Já. Ég get bara borðað endalust af pizzu og svo var ég bara í maganum og ég borðað meira og ég Já, er bara þetta er svo já, já. Takk fyrir Takk fyrir.